ég hef nú lesið hérna nokkrum sinnum þetta efni og það kemur í ljós hvort að við stöndum við það að hér séu á ferðinni ný viðhorf. Skulum aðeins bíða með þá niðurstöðu þar til í lokin. En það þarf ekki að segja þessum hópi mikið frá lungnakrabbameini. Þetta er algengasta krabbamein í heimi. Þetta er það illkynjaæxli sem að leiðir flesta til dauða og þannig er það til dæmis á Íslandi að þetta er næst algengasta krabbamein karla og kvenna. En þetta krabbamein dregur til dauða og síðan kemur í þriðja, sem sagt það er hjá konum brjóstakrabbamein, lungnakrabbamein og ristilkrabbamein og hjá körlum og sjálfsögðu blöðruhálskirtilskrabbamein, lungnakrabbamein í þessari tíðniröð. Því er engu að síður þannig farið að lungnakrabbamein dregur fleiri karla og konur á Íslandi til dauða heldur en hin öll samanlögð. Og ég býst að hér á Íslandi verður komin að því kannski betur aðeins seinna að þá falli fyrir þessum sjúkdómi ári eitthvað 110 manns eitthvað þegar. Við skiptum gjarnan, ég stundum sagt frá því að meinafræðingur er að halda fyrirlestur og er illa undirbúinn, þá hefur hann eins margar smásjármyndir og hann getur því að á þriðju eða fjórðu smásjármynd þá byrjar fólk að dotta. Ég hef oft séð það sjálfur og stundum nota mér. Ég ætla að reyna að komast hjá því núna. En við skiptum lungnakrabbamein og þessi skipting sem er meinafræðileg skiptir máli eins og við komum að. Við skiptum þeim annars vegar í þessu smáfrumuæxli. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá því og því sem við kallum ekki smáfrumuæxli sem eru kannski 85%. Hópurinn C í raun og veru skiptir ekki máli hér. Það sem við erum að tala eru hópurinn A og B og það sem ég ætla fyrst að tala eru þau æxli sem ekki eru smáfrumuæxli. Ég útskýri það rétt og hvers vegna það er. En það er ekki hjá því komið þegar meinafræðingur talar að sýna svona ljósmyndir af þessum æxlum. Hérna sjáum við gríðarlega stórt kirtilmyndandi æxli og það er að sjá hvað það er rakt blautt á yfirborðinu og það er slím. Þarna í miðjunni efst sjáum við meginberkjum uppi og þessi æxli hafa tilhneigingu til þess að vaxa í fjarhlutum lungna. Sem undir vissum kringumstæðum getur verið hagstætt fyrir sjúklinginn fyrst hann á annað bár gegn lungnakrabbamein. Hér er önnur gerð sem heitir flöguþekjukrabbamein og sú æxlisgerð hefur tilhneigingu til þess að vaxa sem næst meginberkjum. Staðsetningin í lunganum eins og við komum á skiptir verulega miklu máli, sérstaklega með tilliti til þess hvort það hægt er að ganga til skurðaðgerðar. Síðan tók ég mér af myndum sem ég á, það er þannig að smáfrumuæxli sem við ætlum að tala aðeins, sem að fer sem betur fer fækkandi, að það er ekki skurðlæknandi sjúkdómur, hefur aldrei verið. Hann er einungis hægt að meðhöndla með geislun og eða krabbameinsmeðferð. Það kemur fyrir þegar meinafræðingar gera mistök að þau eru tekin eins og við höfum greint og verið rátt á sýnitökum. Hér er eitt smáfrumuæxli sem var ranglega greint, ég held ég að það skiptir ekki máli, og þau liggja mjög gjarnan miðlægt í lunganum, en það er ekki skurðlæknissjúkdómur. Og hérna er ein af þessum myndum sem ég lofaði ykkur að sjá. Efst til vinstri er það sem við kallum flöguþekjukrabbamein. Þetta er sem sagt æxli sem ekki eru smáfrumuæxli.
Efst til hægri, ofarlega til hægri kirtilmyndunarkrabbamein og það skilgreint að það séu kirtilmyndar sem eru þessi gutt sem þið sjáu hér. Neðst til vinstri það sem stórfrumukrabbamein sem í raun og veru svolítil ruslakista, það að segja æxli sem að uppfylla ekki skilyrði meinafræðingsins til þess að greina annað kirtilmyndunarkrabbamein, adenokarsinóma eins og heitir, eða flöguþekjukrabbamein. Þannig að þetta svona smá ruslakista. Neðst til hægri sjáum við smáfrumukrabbamein. Og jafnvel þetta allt saman tekið í sömu smásjárstækkun og við sjáum að þessar frumur eru miklu minni og þess vegna heitir það smáfrumukrabbamein. Aðeins faraldsfræði krabbameina. Hér sjáum við það að Ísland í fylkingabrjósti með reyndar nágrannalöndunum. Það viðkemur nýgengi lungnakrabbameins meðal karla. Það sama sagan meðal kvenna. Við komum aðeins betur að því. Við erum í fremstu víglínu líka hvað nýgengi varðar. Þetta nú reyndar að breytast Vestur-Evrópu í hag og Norður-Ameríku að einhverju leyti. Og hérna sýnum við fram á nýgengi með svolítið öðrum hætti. Þegar hér sjáum við á Norðurlöndum að nýgengi var gríðarlega hátt í Finnlandi hjá karlmönnum. Þessi tala hér upp 90 per 100.000. Það hefur hins vegar dregið verulega úr í Finnlandi, en Danmörk enn í fylkingabrjósti og sérstaklega hvað viðkemur kom. Hins vegar takið virti það vert að benda á þessi tala hér helmingi lægri heldur en 42 minna en helmingurinn af 90. Þetta lítur verr út kvennamein fyrir þá sögn, en það hægt að segja það eins og áður en lengra haldið að nýgengi hjá dönskum konum, það kemur mér ekki á óvart eftir að hafa heimsótt Danmörku hvað nýgengi hátt með danskra kvenna. Það hægt að segja það kannski að það kaldranlegt að segja að reykingar með norrænna kvenna voru viðgengust fyrr en annars staðar. Hugsanlega eitthvað tjáningarform á sjálfstjórn og kvenfrelsi á Norðurlöndum. Þannig að konum leyfðist fyrr í tíma að byrja að reykja á Norðurlöndum en annars staðar. Og nú svo komið að tíðni karla og kvenna á Íslandi nákvæmlega svo sama. Nýgengið nákvæmlega það sama. Og við erum í dálítilli sérstöðu til dæmis hvað við berum okkur saman við Norður-Ameríku, það það sem enn umtalsverður munur. Og hvað sem veldur reykingu, þetta þekkjum við öll. Áhættan stendur í réttu hlutfalli við innöndun, það að segja hvort tökum ofan í okkur eða ekki. Ég kannast nú ekki fyrir einhvern mann sem tekur ekki ofan í sig, annar magn það. Og magn, það að segja fjöldi sígaretta á dag og hversu lengi hefur reykt. Við þekkjum út mælikvarðan sem pakka, sem margfaldið af pakka og árafjöldum sem reykt hefur. Einn pakki á dag í 10 ár 10 pakka, hálfur pakki á dag í 20 ár 10 pakka á dag. Og síðan stórreykingamenn sem eru gjarnan taldir þeir sem eru yfir 40 pakka ár. Og hér á ég við að þetta eru hjá sjúklingum með lungnaæxli eru auðbyrgið með lungnasjúkdóm eru orsökum það til 80%. Það sem að veldur þessu eru efni sem að finnast bæði í sígarettureyk. Það eru minnst 40 þekkt krabbameinsvaldandi efni í sígarettureyk og 300 til 400 svokallaðir promoters þekktir í
reyk, þar á meðal mörg af þessum efnum. Vert að minnast á þetta, sem komum kannski aðeins meira á eftir. Það eru geislavirkefni úranus og mengun, ættgengi. Þetta er ensím sem heitir, eða hvati sem heitir aryl-hydrokarbon hydrosylási og oft tjáning á honum getur valdið því að þeim einstaklingum sem hafa þá stökkbreytingar hættar að lungnakrabbameini. Síðan kemur það sem þetta er dálítið skrítið, en er engu að síður staðreynd að fólk sem hefur í fjarhluta lungnanna til dæmis vegna gamalla berkla ör, og það er hægt að fylgjast með þeim örum áratugum saman á röntgenmyndum svo þau breytast ekki, síðan á nokkrum misserum geta þau stækkað og þá hefur myndast þær yfirleitt kirtilmyndandi krabbamein, adenokarsinóma. Þetta er staðreynd og hún kemur manni samt engu síður óvart að þetta skuli vera svona að ör eitt sér eða örvefur getur valdið því. Áhættan er einn hjá þeim sem aldrei hafa reykt. Ég á ennþá í vandræðum með óbeinarreykingar. Ég skil ekki almennilega hvernig er hægt að mæla það. Ég er ekkert að draga það ef að það sé auki hættur fólks á lungnakrabbameini. En þetta er fyrirbæri vegna þess að við erum eða höfum verið svo mikið útsett fyrir tóbaksreyk, jafnvel þótt við séum löngu sjálf hætt að reykja. Að hann er allt í kring og hvernig mælum maður það? Það er dálítið flókið að gera það henni. Úran sem eru námaverkamenn, asbest er rétt að staldra aðeins við. Við þekkjum öll asbest sem er efni sem var lengi notað í einangrun. Þess maður á mínum aldri, skólabræðum sem er Vesturðinu sem dó fyrir 2 dögum. Við ólumst upp út á landi til 12 ára aldurs og lékum okkur innan asbest og ég er viss það að margir hér hafa gert það. Og við þekkjum þessa bárujárnslagaplötur, þetta var mjög vinsælt efni í gripahúsum vegna þess hversu eldfast það er og hversu óhvarfgjarnt það var og ég man mjög vel eftir því að maður lék sér innan asbest allan tíma. Mig grunar það líka að það séu mörg skólahús sem voru byggð fram yfir 1970 á Íslandi þar sem asbest var notað vegna eldvarnanna. En asbest er stórhættulegt, það er best þekkt frá seinni heimsstyrjöldinni vegna þess að það var notað sem einangrun í herskipasmíðum eða herskipaiðnaði. Og það er bótaskyldusjúkdómur minnst í Norður-Ameríku og reyndar víðar held ég. Þeir sem hafa unnu í skipasmíðum eða skipaiðnaði eru bótaskyldur og þetta er það. Hættulegt efni, það eru vel þekkt dæmi það að eiginkonur starfsmanna í skipaiðnaðinum sem að þvoðu fötin þeirra fengu asbest tengt krabbamein sjálfar án þess að hafa nokkuð tíma unnið þær. Og minnst er það þannig að því þannig farið að þegar að virkni asbests og reykinga er samanlögð þá er áhættan líklega 100-föld með við þá sem með einstaklingar sem aldrei hafa verið útsettir hvorki fyrir asbest en ég hafa aktíft reykt. Við skulum aðeins fara í aðra hlið á lungnakrabbameini. Við könnumst mörg okkar við það stiga krabbamein sem við gerum með röntgenmyndun og skoðun. Og stigun er könnun á staðsetningu, stærð og útbreiðslu illkynja æxlis. Þannig að það eru 3 breytur sem eru skoðaðar. Það er sem við köllum T sem stendur fyrir túmor. Við skilgreinum það til dæmis hvað lungnakrabbameini er það inn við íluslungan nálægt meginberkju eða er það út við fleiðru og vex inn í fleiðruna. N stendur fyrir, þetta náttúrulega allt saman enska, stendur fyrir nót eða eitla og M fyrir meinvörp eða nefnastafn. Við ætlum ekki að meira segja þegar ég verið að kenna læknum, ég ætla ekki til þess að fólk muni þetta en síðan er stig búið til úr þessum 3 breytum.
stig ákvarðað og það ennþá þannig að stig þrátt fyrir allar nýjungar, alla sameinda meinafræðina sem við stundum, að það sem að skiptir langmestu máli ennþá einfaldlega stigið sem við sjáum með röntgenmynd og skoðun. Fínna það ekki. Þessir hlutir eins og stærð og histológi eða þar sem smásætt útlit skiptir þessu gráðun, það að segja hversu illa sérhætt æxlið skiptir máli, en það enga síður stigið sem að ræður mest og gerir það enn. Stig við greiningu. Og hér hefur við tekið bara til þess að gera okkur þetta ljósara. Stig 1 æxli í tilfelli lungnakrabbameins, þetta náttúrulega breytilegt eftir æxlum, allt öðruvísi brjóst eða risti. Það krabbamein sem minna en 3 cm á stærð, vex ekki inn í fleiðru og hefur hvergi og ekki inn í meginberginu. Þessu sjáum það út í vinstri. Síðan breytist þetta þannig að stig 4 þegar æxlið hefur dreift sér. En þau fjarri þannig að lægri stig séu skurðtæk. En það enga síður þannig að stig eftir sem áður breytir langmestu eða skiptir langmestu máli. Það langmesta fosfórgildi hvað veikjum horfum sjúklings. Ég ætla að segja ykkur frá smáfrumukrabbameini sem að þarna talað neðst. Það þýðir ekkert að stiga það eftir hefðbundnum stigum. En nánasta maður ætti að líta á smáfrumukrabbamein eins og blóðsjúkdóm. Því að það hefur undantekningarlaust dreift sér við greiningu. Smáfrumukrabbamein það krabbamein sem hefur sterkust orsakatengsl reykingar. Man fær ekki smáfrumukrabbamein án þess að hafa reykt. Og ef snúum við, ef maður sér sýni frá einstaklingi eða greinir einstaklingi með smáfrumukrabbamein, þá veit maður að hann reykingamaður. Það fá það ekki aðrir. Hins vegar það þannig að lengra haldið að við segjum það munu greinast á þessu ári það byrja 160 Íslendingar með lungnakrabbamein. Milli 160 til 170. 85% af þeim einstaklingum geta rakið æxli sitt til reykinga. Það það byrja 15% sem að hafa aldrei reykt. Það ekki stærra hlutfall það. Það byrja 30%, hestalagi 50, 45 af þessum 160 til 70 sjúklingum sem munu greinast árið 2017 skurðtækir. Í besta falli 25% skurðtækir. Og fleiri staðreyndir sem athyglisverðar. Í fyrsta lagi það að þegar konur fá krabbamein, þá fá þær frekar en karlar, hvort sem þær hafa reykt eða ekki, kirtilblóðkrabbamein, sem tiltölulega hagstætt, ef það hægt að nota það orðið í þessu samhengi með lungnakrabbamein, með því að þau oft í fjarhluta lungnanna og þannig skurðtækari. Ég hef enga skilið að veit ekki til þess að okkur hafi skýring á því af hverju konur fá oftar kirtilblóðkrabbamein krabbamein. Það hefur alltaf verið þannig. Það hins vegar þannig að innbyrðis hlutfall þessara krabbameina að breytast og bestu fréttirnar hér að sjálfsögðu þetta fyrir konur líka nýgengi incidens smáfrumukrabbamein sem banvænt sjúkdómur. Nánast undantekningarlaust hefur farið stórlækkandi sem endurspeglar minnkandi reykingatíðni. Hér höfum við konur þá sjáum við hversu tíðni eða hlutfall kirtilmyndandi krabbameins aukist. Það önnur staðreynd sem vert að hafa í huga og sem gengur þvert á það sem okkur var kennt
lengi vel. Og það í fyrsta lagi að fyrrum reykingamaður verður aldrei frýr við hættuna. Þeir sem eru hérna á mínu reyki, sem eru kannski örfáir hér inni, að þeir muna það okkur var kennt að eftir 15 ára reykingarstopp þá færi maður niður á 0 aftur og byrjunarreyking. En það svo aldeilis ekki rétt. Heldur að þannig jafnvel eftir 30 árum eftir að einstaklingur hefur hætt að reykja, þá áhættan eða hættan á lungnakrabbameini að minnsta kosti 2-föld miðað við þann sem aldrei hefur reykt. Þannig að það því miður þeirra. Hitt atriðið sem í senn ekki sem verst frétt en líka ekki mjög góð frétt. Það meira en það bil helmingur þeirra sem að greinast hér á Íslandi á hverju ári með lungnakrabbamein, nýgreinast með lungnakrabbamein, reykja ekki við greiningu. Fólk hætt að reykja. Sem finnst heldur betur þegar maður segir fólk fyrir grámskotin ég hætt að reykja fyrir 10 árum. En það því miður þannig að þessi áhætta hverfur aldrei. Hún minnkar að vísu verulega eftir sem að níkótínið hverfur aldrei. Ég ætla aðeins bara að minnast á þetta fyrirbæri sem að mörg okkar þekkja. Mörg æxli, ekki bara í lungum, en þau lungnaæxli eru þekkt fyrir að útskilja hormóna eða hormónalík efni sem að tengjast ekkert lungunum. Og það hvað lungnakrabbameini mikilvægt þar var smáfrumukrabbamein algengast, það skildi til dæmis út parathormón eða parathormónlíkt svæði sem bara hröðþekjukrabbamein sem á allir hækkun kalks í blóði, en parathormón eins og við vitum skilur út í kalklíkon eða parathyroidfylgdum, hefur ekkert með lunguna að gera. Og hinn ýmsar tegundar blóðleysi, anemíur, sem tengjast til dæmis adenokarsinóma. Yfirleitt reglan sú að þegar sjúklingur með lungnakrabbamein gefur sig til kynna með paraneoplastísku heilkenni, þá æxlið dreift. Enda eins og við erum búin að segja og rétt að hnykkja á það það bil 30% þeirra sem munu greinast hér á Íslandi ár sem þýðir að bjóða upp á skurðaðgerð. Í flestum tilvikum vegna þess að æxlið komið á hærra stig en það sé réttanætanlegt og eða að einstaklingurinn hefur oftast vegna reykinga það slæma lungnastarfsemi og það ekki hægt að bjóða honum upp á jafn mikið inngrip og skurðaðgerð á lungum Nú hér sjáum við dánartíðnina á Norðurlöndum aftur. Þetta lítur svo hrikalega út hjá konum, vert að benda á að þessi tala 2-falt hærri hérna vinstra megin um körlum. Hér átt við Norðurlöndum, það kemur mér ekki á sjálfum, kemur það mér ekki á óvart að danskar konur skulu vera í pístingabrjósti af þessu tagi hvað við kemur reykingum. Það það sem ég sé á þess að það var nokkuð búið í Danmörku og sýnist mér. Reykingar þar jafnvel kvenna sem eru læknar sem algengar en maður var. Íslenskar konur sem eru bláar hér eru einnig að nokkru leyti í pístingabrjósti meðan norrænna kvenna á þessu leyti. Aftur held ég jafn kaldranlegt og það að segja að þetta sé einhvers konar endurspeglun eða tjáningar eða birtingarform á kvenfrelsi. Mótsagnakennt og það kann að hljóma. Nú það þannig
eins og við vorum að segja að vefjagerðin að undanskildu smáþörungakrabbameini sem við erum hætt að tala af því að það bara ekki inni í þessari mynd lengur. Vefjagerðin skiptir ekki meginmáli, heldur það stigið sem við tölum. Það stærð, staðsetning og dreifing æxlisins við greiningu. Það skiptir miklu meira máli en allt það flotta sem við gerum hérna í sameinda meinafræði og framvegis. Nú það þannig að það í besta falli stig 1 sem við sáum sem var eitt æxli í lunganum sem ekki vex inn í fleiri og framvegis og hefur ekki myrmört og ekki meginverkju. En því miður því þannig farið, eins og við segjum að margir af þessum sjúklingum það illa farnir í öndunarvegunum, oftast vegna reykinga, það ekki hægt að bjóða þeim upp á það. En ef þeir eru úrskurðtæki þá geislameðferð og svo framvegis. Líka meðferð og eða geislameðferð þegar æxlið lengra gengið. Enn og aftur rétt að hnykkja á því að það eru þriðjungur sjúklingar sem hægt yfirleitt hægt að bjóða upp á skurðaðgerð til lækningar, kúratív kirúrgíu, sem ekki há tala. Hafið ekki áhyggjur þessu að ljúka. Ég ætlaði þó, verið að spyrja hvað ég vildi kalla þetta, sem svona hálfum mánuði síðan að þá það þarf ný við og ég skal útskýra fyrir ykkur rétt og eftir þess vegna, en ég rannsakinn og ég hef verið ansi klútur á mig að segja það. En ég ætlaði að segja ykkur aðeins frá því hvað og þannig að hver fruma líkamans hefur á yfirborði og kjarnanum og í umfrymi mótefnabaka og sá hluti hvers mótefnabaka eða antigen sem eitt mótefni binst við kallað epitop. Þannig eitt mótefnabaki getur haft marga epitopa og þá bindast samkvæmt því við það antigen fleiri en eitt mótefni. Og hér hef ég tekið þetta dæmi mótefni sem tjáð á yfirborði lungnaæxlisfruma, reyndar í fleiri æxlum, heitir fóttanefni EGFR. Og það þannig að þessar æxlisfrumur tjáð þetta á yfirborði og ef það hægt að finna mótefni til þess að binda þetta þá kemur það í veg fyrir skiptingu þessara frumur og þetta að sjálfsögðu í hinum flotta heimi, sem allt passar, alveg frábært. Það geta með því beitt sér af æxlisfrumunni eingöngu, látið aðra frumur þeirra og stoppa það. Málið því miður ekki, þetta ekki alveg jafn, ekki svo samskonar gleðileg tíðindi. Ég var búinn að lofa ykkur að það yrðu mjög lítið af myndum hérna, þetta síðari smásjármyndir. Hérna það sem við gerum, nánast á hverju degi þegar við í meinafræði erum að greina æxli þá og við hluta því við samstarfi við aðra lækna sem stunda sjúklinginn. Að við ákvörðum hvort að þessi epitopar, þessi mótefni séu til staðar og það ekki gert upp til aftur. Þetta vegna þess að þá hægt að beina lífeðmeðferð sérstaklega að þessum epitopum. Þeir geta verið ýmist á yfirborði frumna, eins og við sjáum hér, þetta brúna hérna utan bláan kjarnan, eða í kjarnanum sjálf. Það skiptir ekki meginmáli, en þetta gerum við og þetta þekkjum við öll úr öðrum æxlisgerðum eins og til dæmis sortuæxli, melanóma. Við tala ekki brjóstkrabbamein og framvegis. Þessi vinna unnin við hvern einasta sjúkling. Það því miður þó þannig
að þessir epitópar eru oftast tjáðir á kísilmyndandi krabbameinum sem eru þó ekki nema kannski nú við 40–50% af öllum lungnaeitlum sem þó ansi mikið. Það eitt og þessi lyf þetta gefið öllum þeim sem að tjá þetta og við reynum ofta að gefa sjúklingum þetta þótt að liturinn sé það veik og léleg og við svona einstinni vitum að það muni ekki hafa mikil áhrif en í þessum tilfellum þá reynum að þess að gefa öllum þá sem að höldum að sé að gefa. Það athyglisvert með þennan epitóp hérna að hann tjáður fyrst og fremst í æxlum kvenna í Austurlöndum fjær sem aldrei hafa reykt. En við séð að kannski höfum við ofnotað þetta dýrt að gera þetta. En eins og ég segi, okkur finnst sjálfsagt að reyna það. Og nú erum við alveg að vera búin. Ég hafði hálfpartinn búist við því eða ég bjóst við því, að þessar nýju aðferðir vegna þess að ég hef séð það sjálfur. Ég fylgst með sjúklingum og það var mörg okkar gert hér sem kannski fyrir 15 árum höfðu ekki góða fólkur. Og ég sjálfur komið upp í hugann þó nokkuð margir sjúklingar sem að hafa lifað þannig að það hefur komið á óvart og þetta á ekki bara við lungnakrabbamein, þetta á við brjóstkrabbamein líka. Ótrúlegt og gleðilegt hvað þetta hefur breyst á bara frá aldamótum. Nú, hér ástæðan fyrir því að ég var hérna þegar ég var spurður hvað ég var ekkert farin að hugsa hvað ég ætla að segja við ykkur. Þess vegna sagði ég ný viðhorf. Hér sjáum við horfur munið það ekki nema 30% af sjúklingum sem eru skurðtækir. Það einn ástæða. Þannig að framfarirnar sem maður vonast eftir eru hjá þeim sem að tekst að tefja fyrir eða koma í veg fyrir meinvörp eða stækkun æxlisins hjá þeim sem ekki eru skurðtækir. Því að það mikill meirihluti sjúklinga. Og hér eru tölur sem ég fekk hjá Krabbameinsfélaginu árið 2006 og það náð til 2000, það var teknað 5 árum seinna til þess að við sjáum hvernig þessum sjúklingum rita. Og sjáum það að 5 árum síðan, árið 2006, voru 15% íslenskra kvenna sem hefðu greinst með lungnakrabbameini 5 árum áður eða fyrr á lífi. 12% íslenskra karla. Það passa allt saman eins og við konum vegnar yfirleitt betur, það staðreynd. Síðan fékk ég samskonar hjá Krabbameinsfélaginu hún á föstudaginn. Hún aftur stoppar fyrir 5 árum. Þess að við þurfum að sjá hvernig fólki reiðir af. Og þá eru þessi nýju fyrir þeir munið þau hjá köllum var þessi tala 11,7%. Hún kannski 14,5–15% núna. Hjá konunum munið sem var 14,7% og nú kannski 17%. Og það kann að okkur finnist þetta ekki vera mikið en á bakvið þessar tölur eru þó einhverjir 10 af Íslendingum sem annars hefðu dáið og eru að lífi. Og þetta voru þetta kom mér óvart, ég var fyrir vonandi, ég held að þetta yrði þó nokkuð stærra en það verður bara að hafa ekki breytt. Og þetta voru sem sagt nýju viðhorfin sem ég ætlaði að segja frá. Heyrðu, ég þakka kærlega fyrir. Takk. Kærlega fyrir Jóhannes afskaplega fróðlega fyrirlestur.
þú hefur alveg full rétt til að neita þessar spurningar vegna þess að það eiginlega maður gerir. Þú þarf ekki að spurninga, en Fyrirgefðu segja aftur. ef þú hefur heiðisfyrirlestur, þá þarftu ekki að taka spurningar. Er það enda hendur? En viltu taka spurningar? Þakka þér fyrir mjög góða fyrirlestur. Á ritinu sem sýndir okkur þróun í krabbameini kvenna, lungnakrabbameini kvenna. Þá sér maður að Afríkukarsinóma rýkur upp frá 77 og heldur áfram upp, á meðan hin breytist ekki eins mikið. Já, sko. Er einhver önnur skýring til á því heldur en eitthvað hormónameðferð eða eitthvað? Sko, konur þá hafa ofta fengið kirtilkirtla og kirtilkirtla þannig að það ekki bara hér á Íslandi eða eitthvað afstæðis. Hlutfallstíðni kirtilkirtla er vaxandi vegna þess að sérlega smáfrumukrabbameini hækkandi. Þegar þeir sem ekki hafa rétt, þarna konur, á lungnakrabbameini, þá var það kirtilkirtla. Þetta var bara svo sláandi handrið, er það öðruvísi þróun á því? Já, þetta er betur. Og þetta er einhver endur svo þriðja sem ég get ekki svarað því ég hef haldið fram. Þetta filtersígarettur hafi sér til rúms svona 7. áratugum, 1960 og 70. Ég held að áður bæði rekti með fyrstu þannig að ég var í unglingavinnu og það með fyrstu og það síðan með en og því hefur það verið svona gott við verið að gera til skóna að filtersígarettur valdi ekki jafn miklum skaða í nærhluta lungnanna. Þess að reykurinn gerist þegar komið steina. Ég veit að við erum aldrei eins og Þorkell Jóhannesson sem við erum eitthvað sem að kenda okkur lyfjafræðin sagði. Það þýðir ekki að prófa sígarettur á rottum. Það byrjar ekki. Það er svona sem staði. Það er snúa sund. Já, með rafrætt, ég hef ekki sett mér í það, hefur gert það. Það er krabbameins valdaefni. Ég veit að ég geta kveikt í hugurinn. Líka náttúrulega það var sagt að pípureyking það eru miklu sakleysari heldur en sígarettureyking. Ég held að það sé búið að það sé umhverfið. Sérstaklega þegar pípureykingarmenn alltaf fyrir lungnakrabbameini sko ég hef heyrt að lungnakrabbameini taki minna á, ég veit það ekki, taki minna á mannleysi heldur en sígarettur, en mér veit að það er það ekki. Það gæti við, þegar maður sér þessa línu þá er náttúrulega bara með ólíkinu. Þannig að skoða seinna ennið í greiningar á, þar kom kannski fyrsta tölvusneiðingartæki til Íslands. Þannig að það er svo ótrúlega mikið búið að gerast í reiknavísunum á þessari línu. Já. Sérðu fyrir þér í framtíðinni einhver svona skimun, einhverja bíómarkar sem það er að leita eftir, eitthvað? Þegar ég var í framhaldsnámi á 9. áratugnum, þá stóð þar yfir svakalega stóra dýrarannsóknir skimun fyrir lungnakrabbameini. Ég kann ekki segja frá einstökum atriðum nema að áhættufólki, reykingumönnum, var boðin frí lungnamynd með vissu millibili í einhvern tíma. Þegar ég var að byrja þarna, ég kom inn á þessu að vilja, sendiðarnir voru að tala það,
Niðurstaðan reyndist að það skipti engu máli. Horfur þessara sjúklinga sem fundust með þessum hætti voru ekkert betra heldur en hinna sem ekki höfðu verið hættulegir. Og þá það aftur og aftur þetta að það 30% sem eru með að takmarka æxli, það þýðir ekki að bjóða henni á kúröfnum að læknandi þetta. Já, kannski framhald af þessu sko. Þarna er fullu virðingu fyrir þessum tölum sem þú talaðir sem að tölum að sýna að skilja á milli kannski 2006 og 2011 að þá má kannski segja að það með ólíkindum hvað eyðir miklum resursum, það til dæmis í kemoterapi, geislameðferð og öðru þvíumlíku, og að öllum þessum árum, frá 1960, það var árangurinn í raun ekki betur en þetta. Við erum að berjast við nánast ósigraða óvinna, þannig að það sem maður lifir bara í vonum með þetta að sígarettureykingar eða tóbaksreykingar hjá íslensku þjóðinni fór í 14%. Voru fram í 1960 þegar voru toppið á 60-70 og hafa örugglega verið yfir 50% sem var mesta. Þannig að þetta vonandi hverfandi sjúkdómur því að við virðumst ekki geta sigra með þessum vopnum sem við höfum í dag. Ekki sem komið hins vegar, það má að segja að þessi vopn þótti til fyrir 15 árum. Og einhvern tímann koma það eru önnur æxli sem við tekist að lækna með svona vopnum að húsdegi og í minna og króniska miðlunum vopnum sem fyrir 30 árum var undantekningarlaust ólæknandi sjúkdómur. Og núna fullkomlega eiginlega læknandi sjúkdómur. Við vitum það bara ekki. Það er hárrétt að það er ekki komið að þessu hérna. Við sjáum þess ekki dæmi hér sko. Þessu lifur, það er líka spurning, hvað margir af þessum eru til skynsfrí? Ja, það er önnur en eins og við vitum og þá það viðmiðun í onkológíu, æxlismeðferð 5 ár. Og að því að við erum ennþá að tala í brjóstakrabbameini og okkar ævi, þá hefur þessi meðferð andhormónmeðferð og stórbreytt hormónum. Það voru þannig að þeim 220 konum sem munu greinast með brjóstkrabbamein á Íslandi að þar munu nánast 200 verða á lífi eftir 5 ár. Ég sé það á starfið og þessum sem ekki góða hormónum og svo það bara að pressa 10 árum. Það ekki náttúrulega þessi gefur búin að þetta sem ekki sérlega upprætt. Ein brennandi spurning í lokum. Mjög brennandi. Horfurnar þinn betur því fyrir sem þetta greinist væntanlega, þannig að það er ekki breytt. Hvað með skynjun? Hefur það ekkert fyrir talum? Það nefnilega, það skal ég segja að kallinlega, hún virðist ekki í þessu gagnstætt til dæmis brjóstkrabbamein, ég vil tala ekki leghálskrabbamein. Þá virðist skynjun í, og svo bara að vatnsverða það oft til að hætna leikjum. Rúnar það næn þess að skynja þeim? Sétti yfir eitt líka. Nei, það einhvern tímann kemur á því að það verður hægt að skynja fyrir eins og við höfum átt. Í fjölda 20 ára þá voru við tekna lúnamyndir af öllum sem voru 60 ára öllum sem voru það í aðgerð í svæðingu. Þess að fyrir svæðingalæk sem við hefum kýtt alltaf á myndirna sem voru. En sögðu, já, þetta allavega góð skýring. En það var það. Þetta gerði ekki með það kostið. Ég hef
Takk fyrir það. Takk fyrir. Takk.